Stefán Snævar, sælvertu, þú varst á fyrirlestri hjá Joseph Stiglitz og ég veit reyndar að þú þekkir hann vel og hans fræði og varst reyndar farin að skrifa þau fyrir okkur Íslendinga fyrir mörgum árum en hann var nú ekki, hann kom hérna 2001 og þá var hann ekkert sérstaklega mikið hitt en í dag eins og hann slá einhvern veginn réttan tóninn í samtíðina. Svona, hvernig þín upplifun af þessu? Mjög þetta dálítið merkileg samkoma, ekki síst þar sem ég upplifði hana sem eins konar vatnaskil í umræðunni eða umræðuleysinu á Íslandi efnahagsmál. Að þarna skyndilega fjöldeimast að hlusta á Stiglitz sem hefur verið harður gagnrýnandi frjálshyggjunnar. Það vísu ekki mjög langt í vinstri en svona miðvinstri maður. Og hann hefur greinilega mikinn meðbyr hérna núna. Og fyrir aldarfjórðungi var ég á annarri samkomu sem var þá tímannatákn þegar Milton Friedman kom hingað og við vorum þarna hópur manna sem borgaði okkur inn á hádegisverðarfund með honum hérna, borðuð með honum vondan flokkfisk og ég man að það kostaði 1100 krónur. Ég man þetta er einhver frægasti hádegisverðarverð í sögu Íslands því að þetta verð spannst mikil rökræða. Þegar Stefán Ólafsson, Ólafur Ragnar Grímsson við þriðja mann fór að ræða þetta háa verð á þessum flokkfiski þarna við Friedman í sjónvarpinu. Þannig að þetta ástæðan fyrir ég man verðið. Svo var líka stemningin í salnum á Hótel Sögu þarna, dálítið sérkennileg. Þetta var svolítið eins og vera á hallelujafundi hjá einhverjum samkomu. Það voru allir í þessum svona ha-ha-ha við í þessu sama stemningu. Allir hlógu svona innilega að Friedman sagði einhverja hallaræslega brandara. Ég verð nú að segja að Stiglitz hefur betri húmor, það verð ég að segja. En allavega þá var þessi samkoma kannski dálítið tákgræn fyrir íslenska tíðaranda svolítið horfinn. Þar var nefnilega hinn sígilda íslenska fyllibita. Þegar stóðu bara og fyllibit, þessi gerða fyllibit við sennilega horfinn á Íslandi. Því að það var ekkert slíkt á þessari samkomu núna hjá Stiglitz. En þú meinar að það séu eitthvað svona hugmyndarleg vatnaskil að verða hérna í þessari blessuðu grein? Já, en þessi vatnaskil koma dálítið seint til Íslands vegna þess að rétt fyrir aldamótin þá fór umræðan alþjóðlega að vera dálítið öðruvísi. Þá fara Krugman og Stiglitz að láta í sér heyra sem svona pistlahöfundar og pólitískir hagfræðingar og ekki bara sem. Og þeir vekja mikla athygli vegna þess að þeir höfðu á sínum tíma ráðlagt Rússónum að fara varlega í einkavæðingu og leggja meiri áherslu á að byggja réttarkerfi og skattakerfi. En meiri hluti ráðgjafanefndarinnar sem átti að gefa ráðgjöf til Jeltsins, hún mælti með annarri stefnu þar að segja einkavæðingu strax í gær, sjokkdoktrínunni. Og semst Rússar fóru óskaplega illa út úr þessu og þá sögðu Krugman og Stiglitz hvað sögðum við. Og þá fara menn mikið að hlusta á þá. Og ég byrjaði svolítið að kynna þessa gauka á Íslandi fyrir rétt í byrjun aldarinnar og á þeim árum var það hlustaði enginn á þetta. Hann kom hérna 2001, hann skrifaði mjög langa skýrslu íslenska hagkerfið og hélt fyrirlestur sem vakti enga athygli og Ólafur Sigurðsson í sjónvarpinu, hann segir mér, hann kom, ég tók við hann viðtalið, það væri varla hægt að koma því á dagskrá í sjónvarpinu því það engin áhuga. Kom sá og tapaði. Kom sá og tapaði, já. En það ekki, en hann náttúrulega, hann setur sig mikið upp á gegn þessari markaðsbókstafstrú, Stiglitz, hann einn helsti gagnrýnandi hennar ekki rétt. Já, þetta orðin ákveð nokkur fríður flokkur manna, meðal þekktra hagfræðinga. Þeir eru svona miði vinstri menn, það Paul Krugman, það er Danny Roderick sem tyrkneskur gyðingur og skrifa mikið þriðja heimsvandamálin og það Dean Baker. Þetta svona, það hefur líka komið upp fjölda stjarna af þeim sem fóru gagnrýnir á þessa fjármagnshringekju sem við Íslendingar þekkjum náttúrulega allt og vel, hundur og beint á hausinn á okkur. Og þessi menn urðu líka, það má segja að vatnaskilin eru að hefjast í aldamótin. Það líka vegna sem margir urðu fyrir vonbrigðum með hnattvæðinguna. Og ég held að eina af ástæðunni fyrir því að þeir vöktu svo athygli á Íslandi hafi verið svo að Íslendingar höfðu hafa engan áhuga nema sjálfum sér. Og það var engin umræða hnattvæðingu. Ég fór eitthvað að skrifa hnattvæðingu í blogg og svona. Það ekki nokkuð kjaftur á þessu.
og það er ekki fyrir þetta lendir, fyrir Íslendingar lendir sjálfur í þessari kreppu sem þeir allt í einu fara að sperra upp eyrun. Nú ertu búin að búa í Noregi lengi, þú kemur bara annað veifið eiginlega sem gestur og maður spyr sig hvernig hefur þér fundist svona íslenska samfélagið þróast í gegnum þessi síðustu mjög svo skrýtnu ár. Hvað var það sem að þínu viti sem gerðist á Íslandi? Hvað var það sem gerðist á Íslandi? Það er náttúrulega, ég veit ekki hvort ég get bætt ólega miklu við það sem menn hafa sagt þessi mál og ekki nema það, ég get náttúrulega bara komið því á framfæri eina ferðina enn að ég fordæmdi bæði Baugsmenn og Davíðsmenn í Morgunblaðinu 2004 sagði þá, mér er beygur að baugi og stendur stuggur á kolkrabanum og ég endurtók þetta stef í ýmsum myndum í grein sem birtist í einhverju jafnaðarmannatímarit í Hafnarfirðinum sem ég kallaði Gilduöldina, þar sem ég sagði að Ísland væri orðið eins og hún birtist 2006, þar sem ég líkti Íslandi við The Gilded Age í Bandaríkjunum, nema að ég sleppti einu elli og það gildu kvensvínið, gildan, af því Íslandinga væri í fyrsta lagi ástand orðið eins og var á The Gilded Age, en í Gilduöld þegar auðherrarnir réðu öllu og keyptu dómara og pólitíkusa. Og ég sagði bara ástandið orðið nákvæmlega eins og Ísland og þetta var bara bókstaflega rétt hjá mig og þetta var miklu réttar en ég vissi. Því ég var auðvitað bara að reyna að vekja athygli með því að blossa þetta eins upp. En veruleikinn var miklu hrottar en ég hélt. Og ég er náttúrulega gildnan komin í dæmi af því að ég sagði að Íslendingar voru svínslegir í sinni græðgi. Og það voru þeim mjög greinilega. Og allt þetta bankalið náttúrulega blés eld að glóðum græðginnar. Með öllum sínum bjánalegu tilboðum lán og hvað þetta var og við sem vorum fyrir utan það kannski sáum þetta við glöggu gestsauga því við vorum ekkert í því að fá frábær tilboð frá kaupþingjum einhver lán og kannski vorum við þess vegna aðeins hlutlausari eða sáum þetta aðeins skarpari margur sem er á Íslandi. En hver er leiðin okkar út úr þessu? Ég náttúrulega er ekki sérfræðingur í þessum málum en er það ekki bara augljósa leið að með verða að fara sér aðeins gætilegri heldur en hingað til og reyna að leggja áherslu á það að skapa raunveruleg verðmæti, við höfum náttúrulega miklar auðlindir, orkuauðlindir og allt slíkt og það er örugglega kostuður að reyna að virkja slíka hluti heldur að fara út í einhver verðbréfaleik út í stóra heimi. En hvernig á þá að taka á þessari pólitísku spillingu sem að einhvern veginn, spilling þar sem allt var komið í einhvern samkrull bankarnir og fjármálamennirnir og pólitíkusarnir. Hvernig á að... Ég get eiginlega ekki séð aðra leiðir bara gangi í Evrópusambandið. Það er hreinlega að láta nú hefur mér bara einu sinni mikið þyrnir í augum þetta reglugerða fargan frá Brussel. Ég fann að halda Íslendingar hafa bara gott af að læra að fylgja reglum. Það má eftir deilum það hvort það ég var að reglum hvernig agúrkur eiga að vera í læginu en þetta er ágætið þjálfum fyrir Íslendinga að mér finnst alveg greinilegt að svo miklu leyti sem kreppan og hrunið er hugarfari Íslendinga þá er það þetta sem maður hefur alltaf séð gegnum árin að það er þetta algera virðingarleysi fyrir reglum sem þarna birtist í fjórðaveldi Þetta Íslendingar eru dálítið þjálir og ekki mjög reglufastir, þetta mörglega mikil kostur en þarna fóruð út í algerar öfgar og þannig að ég held að það að Íslendingar læri einhverja reglufestu hljóta að vera einn liður í því að reisa við hagkerfið og skapa heilbrigða atvinnuvegi og svo held ég bara að við verðum að fara í útrás hvað valdið snertir flytja valdið til Brussel því að valdið er á nálægt okkur þegar þú veist forsætisráðherrann bróðir forsætisráðherrann er í FME eða hvað þetta er og amma gamla er í fjármálaráðuneytinu og frængast er einhver stórfyrirtæki þá er ekki von á góðu. Þú mælir fyrir skynsamlegri og húmanískri miðjustefnu? Já, ég held að við gert það Já. En það er merkilegt að þrátt fyrir þessa kreppu kapitalismans þá er eins og að vinstrið sé ekki tilstaklega mikið að sækja á. Það er svolítið bæði og hugmyndalega séð þegar vinstrið alltaf komið aftur í víða lönd en þeir hafa eins verið ekki staðið sér vel í kosningum í Evrópu en þá er alltaf spurning hvað þú kallar vinstri. Ég meina að það sem er með krataflokkana í Evrópu er það að þeir hafa fyrir kannski tilvíðunarsakin mjög veika leiðtoga núna. Ég meina það er ekki að ímynda sér neitt leiðilega heldur en þarna Steinmeier kanslarakandidat hann er leiðilegri Gordon Brown og svo hefur Martin Aubry í Frakklandi sem er alveg hörmuleg
og þannig að það eins og, það kann að vera tilvíðin, akkurat núna hafi hægri með bara sterkari leiðtoga. Þetta er náttúrulega svolítið óljóst að til dæmis Sarkozy að taka yfir mikið af málum sem hafa talið svolítið til vinstri eins og umhverfismál og fleira en svo eru hlutar af vinstrinu í Evrópu sem eru náttúrulega algjörlega gjaldþrota hugmyndafræðilega eins og til dæmis Bretarnir sem fóru lengst út í frjálshyggjuna. Já, það verkamannaflokkurinn hérna er það og þetta samfylking er það mörguleiti líka. Ég meina hún var náttúrulega hugmyndafræðilega gjaldþrota til 2 ára hérna sambýli við íhaldið. Þegar hérna sem sagt samfylkingarmenn voru að reyna að yfirbjóða Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk í útrásar hérna grúppíumennsku. Þetta var alveg gjörsamlega grótest að sjá þetta, það var alveg hræðilegt. Og ég kaus þá 2007 og ég var bara svo vondur fyrir rest að þetta var bara ég skrifaði með þessa blogg 2007 sem hét Við erum samfó, þess að við erum kjósendur ykkar og við kusum ykkur ekki til að gera þetta. Þetta er að hlaupum, farum að koppagrundi með ykkur hérna viðskiptajörum. En þeir náttúrulega áttu eignuðust flokkana hérna, það er ekkert annað. Þeir gerðu það. Já. Og hérna Vinstri græn með þú eiga það, þeir létu ekki kaupa sig. Þetta kannski vildi ekki kaupa það. Vildi ekki kaupa það. Stefán, þakka þér kærlega.